Þetta eru bestu borgir heims, Most Livable Cities. Það eru 3 vísitölur sem velja þetta. Mercer-vísitalan elst, Economist velur þetta líka og tímaritið Monocle sem sumir kannast við. Þetta farið eftir miklu kerfi sem óþarf að fara nákvæmlega úti og það farið yfir það hvar ætli sé best að búa í heiminum út frá alls konar þáttum. Ég tek þetta dæmi bara til þess að sýna hversu margir búa á hverjum ferkílómetra í þessum borgum. 4.000, 5.000, 4.000. Í Reykjavík 400 á hverjum ferkílómetra. Og þessar borgir eru ekki eitthvað sjúklega þéttar. Þetta eru bara borgir með mikið lífsgæði, mikið af grænum svæðum, mikið af náttúru, í tengslu við náttúruna eins og til dæmis allavega Zürich og Vínarborg og örugglega Vancouver líka, ég hef ekki komið þangað. Og þessi punktar sem ég nefni, þeir eru allavega með mjög góðar almenningssamgöngur og svona cirka helmingur notar almenningssamgöngur í þessum borgum í kringum okkur. Hér er það vel innan við 10%. Mannfjöldi er ekkert svo mikill í þessum borgum. Stærsta borgin sem er Vancouver er 1.600.000. Þetta er frekar norðarlega, þetta er engar veðurparadísir. Það er mjög hátt íbúðaverð eins og við höfum hér. Þetta er meðal dýrustu borga heims eins og við höfum hér. Það er hátt menntunarstig og lítið glæpi. Og ein ástæða fyrir lítið glæpi, að mínu mati, er svo að þær eru þéttar. Það er fólk á götunum. Hvar líður manni illa? Hvar er maður óöruggur í borgum? Það er ekki það sem er fullt af fólki. Maður er óöruggur ef maður er að labba einn og maður heyrir skóhljóð fyrir aftan sig. Og borgirnar sem eru næstar í þessu eru kunnulegar fyrir okkur. Kaupmannahöfn, Genf í Sviss, Melbourne, München, Toronto, Helsinki, Auckland. Þetta eru í rauninni borgir sem við getum borið okkur saman við, þó svo að séu auðvitað dálítið stærri, Köpen með 500.000 og svona. En þá er til dæmis líka sem ég nefndi ekki hérna, er Bern, höfuðborg Sviss. Hún er á einhverjum af þessum listum líka. Hún er jafn stór og Reykjavík. Þannig að við höfum ekki að segja að við séum svo lítil að við getum ekki verið Most Livable City, auðvitað getum við verið það. Hér er dregin línu, ef að við myndum segja, ok, auðusvæðin okkar fyrir austan byggðina teljast ekki með, þá auðvitað erum við leið orðin komið fleira fólk á hverjum ferkílómetra. Þá erum við með 2300, ég minna á hérna voru 4.000-5.000, þá erum við 2300 manns á hverjum ferkílómetra ef við tókum bara þetta svæði. Og ef við setjum alla framtíðarfjölgun okkar hérna inn, þá erum við kannski komin fyrir svona 2800. Við erum ennþá frekar dreifð borg, þó sem við gerum það. En þessa línu er að mínum að þetta er nauðsynlegt að draga. Hún hefur aldrei verið dregin í Reykjavík. Eins og ég sagði, þá var pælingin með þéttingu byggðar að byggja fyrir austan byggðina en mjög þétt. Ég segi við þurfum að draga línu fyrir austan byggðina og finna svæði sem við getum nota til að þétta hana. Við það að þétta hana, það þýðir ekki að menn missi grænu svæðin eða lífsgæðin. Þetta er Austurstræti, svona 70 eitthvað ef mann rétt. Mikil verslun í götunni, loka fyrir bílum. Það var mikil krafa frá kaupmönnum að við myndum opna hana aftur fyrir bílum og að mínum að það er með loka henni fyrir fólki og þetta er niðurstaðan. Og maður spyr sig hvort er betra, í hvernig borg vil maður frekar búa, þessari eða þessari. Og það er ekki fjölyrðan af það að það er bara Eymundsson sem heldur þessari götu uppi, 10-11 eru þetta líka en af svona hefðbundinni verslun þá er það eiginlega bara Eymundsson. Svo er á næturlífi sem að ræður ríkjum. Annað dæmi er Austurvöllurinn. Þetta er Vallarstræti hér, þar sem menn auðvitað águ eins og áður. Það var bara umferðargata í bænum og eins Thorvaldsenstræti þarna við gamla Landssímahúsið. Þessum götum var lokað og gerðar að göngugötum og hvað gerist? Það sprettur upp lífi í þessum götum. Þetta er bara stutt síðan, það er stutt síðan að ég fekk stöðmálsheft einmitt hér, þar sem þessi gaur er. Þegar ég var kominn með bílpróf.